Orð eru áhrifamesta aflið sem býðst mannkyninu. Í þeim býr orka til að lækna, skaða, eyðileggja og endurbyggja. Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvers vegna bænum þínum virðist ósvarað eða hvers vegna ekkert virðist ganga í lífi þínu, þrátt fyrir bestu viðleitni þína? Gætu orðin sem þú talar, kannski án þess að þú gerir þér grein fyrir mikilvægi þeirra, verið að móta veruleikann í kringum þig? Hvað ef krafturinn til að breyta aðstæðum þínum er ekki falinn í einhverjum fjarlægum stað, heldur er eins nálægt þér og þinn eigin tunga? Það sem þú munt uppgötva í dag er einfalt en djúpstætt. Orð þín hafa kraft til að bjóða inn blessunum Guðs eða byggja múra sem halda þeim í burtu. Ég skal sýna þér hvernig Biblían opinberar þennan sannleika, hvernig jafnvel litlar kærulausar setningar geta haft eilífar afleiðingar og síðast en ekki síst, hvernig þú getur byrjað að nota orð Guðs til að sjá umbreytingu verða veruleika í þínu lífi. Vertu með mér og ég mun deila með þér aðferð í 3 þrepum sem á rætur í tímalausum meginreglum. Þessi nálgun mun samræma hugsanir þínar, orð og gjörðir að tilgangi Guðs og opna dyrnar af blessunum sem þú hefur aldrei getað ímyndað þér. Biblíu grunnurinn. Orð hafa mátt. Ímyndaðu þér að standa í myrkruðu herbyrgi með eldspýtu. Með einu litlu stroki á stokkinn stingur þessi eini logi í myrkrið og dreifir birtu og yl. Ímyndaðu þér nú að það eigi við tungu þína, orð þín. Í hver skipti sem þú talar kveikirðu í einhverju. Ljós sem hitar og byggir upp, eða neisti sem sundrar og eyðileggur. Orðskuðirnir 18:21 lýsa yfir: dauði og líf eru á tungunar valdi. Þetta er ekki ljóðrænar ýkjur, það er ramminn hvernig orð starfa bæði á andlegu og líkamlegu sviði. Strax í upphafi opinbera Biblían mátt orða. 1. Mósebók hefst í algjöru tómi í formlausri líflausri tilveru. Samt talaði Guð með örfáum orðum: verði ljós, og alheimurinn varð til. Orð hans lýsti ekki aðeins veruleikanum, þau sköpuðu hann. Þau kölluðu fram það sem ekki var til og gerðu það áþreifanlegt. Sköpunarsagan er meira en frásögn af uppruna. Hún er yfirlýsing hvernig orð búa yfir skapandi krafti. Það sem Guð sagði varð að veruleika. Hugleitu nú þetta. Ef almættið notaði orð til að móta himinn og jörð, hversu mikið vægi hafa orð okkar, sköpuð eins og við erum í hans mynd? Hebreabréfið 11:3 segir okkur: fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs. Þetta vers opinberar djúpstæðan sannleika. Orð eru nátengd trú. Orð ramma inn raunveruleika, bæði líkamlegan og andlegan, og trúin ýtir undir kraft þeirra. Sama regla gildir okkur, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. En hér verður það persónulegt. Jesús í Mattheus 12:36 og 37 varað okkur við: hvert ónytja orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi, því að af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakveldur verða. Ónytja orð, þessar kærulausu athugasemdir sem við látum út úr okkur, umhugsunarlaust, gleymast ekki. Þau bergmála í eilífðinni. Ímyndaðu þér bónda að dreifa fræjum af tilviljun, án þess að hafa áhyggjur af því hvar þau falla eða hvort þau skjóti rótum. Þegar uppskjörutími kemur, hvað mun hann uppskera? Sama regla gildir orð okkar. Þau eru fræ, gróðursett í jarðvegi lífs okkar og annarra. Fræ sem munu vaksa upp í blessun eða eyðileggingu. Tengjum þetta við hliðstæða atburðarás. Sjáðu fyrir þér foreldri sem talar við barnið sitt. Dag 1 í augnabliki gremju segir foreldrið: það verður aldrei neitt úr þér. Þessi orð, eins og fræ, grafa sig inn í hjarta barnsins og vaksa upp sem efi og óöryggi. En ímyndaðu þér að foreldrið segði þess í stað: þú ert færir með ótrúlega hluti, ég hef trú á þér. Þessi orð efla sjálfstraust, hugrekki og von. Báðar aðstæður sína óneitanlega mátt orðana, ekki bara við að móta augnablik, heldur til að byggja upp framtíð. Biblía minnir okkur stöðugt á að orð eru aldrei hlutlaus. Þau bera kraft lífs og dauða, vegna þess að þau koma frá hjartanu. Eins og Jesús sagði í Mattheus 12:34: af gnægð hjartans talar munnurinn.
Það sem við segjum endurspeglar andlegt ástand hjarta okkar og það sem við tölum, hvort sem það er viljandi eða kæruleysislega, mótar heiminn í kringum okkur. En hér er það sem vekur von. Rétt eins og orð geta eyðilagt, geta þau líka skapað, læknað og umbreytt. Hvað ef við færum að nota orð okkar sem verkfæri trúar, tala lífin í myrkar aðstæður, rétt eins og Guð talaði ljós út í tómið? Hvað ef eins og hann við byrjuðum að tala inn í raunveruleikan yfirlýsingar byggðar á trú? Við skulum halda áfram, kanna hvernig þessi ótrúlegi kraftur hefur áhrif, ekki bara það sem við segjum, heldur það sem við trúum og á endanum hvað við verðum. Andleg áhrif orða. Tungan, hún er lítil, næstum ómerkileg samanborið við aðrar hluta líkamanns. Samt sem áður segir Jakobsbréfið 3:5 djarflega: þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Máttur tungunar, bæði til góðs og ills, er gríðarlegur. Jakob lætur ekki þar við sitja, hann lýsir tungunni sem ranglætis heim. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar. Jakobsbréfið 3:6. Gefðu þessu myndmáli dýpri hugsun. Eitt orð getur kveikt í hjóli tilverunar, eyðilagt sambönd, orðspor og jafnvel trú. Hugsaðu kærulaus orð töluð í reiði. Þetta er eins og að henda kveiktri eldspýtu í þurrt gras. Það fuðrar upp og nánast ómögulegt að hafa stjórn á. Sambönd sem einu sinni blómstruðu geta orðið að ösku vegna einnar harðrar athugasemdar. Samt hefur sama tungan kraft til að lækna og endurheimta eins og orðskuðirnir kenna. Mjúklegt andsvar stöðvar bræði. Orðskuðirnir 15:1. Tungan er ekki bara verkfæri, hún er vopn, og hvernig við beitum henni ræður því hvort við byggjum eða eyðileggjum. En Jakob gengur lengra. Hann varar við hræsni tungunar sem veggsamar Guð en á sama tíma formælir mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Jakobsbréfið 3:9. Þessi tvöfeldni er ekki bara andlegt vandamál, það er spegilmynd af innra sjálfi okkar. Það sem við segjum sýnir hver við erum. Jesús staðfesti þennan sannleika þegar hann lýsti yfir: af orðum þínum muntu sýknaður en af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Matteus 12:37. Þetta snýst ekki bara um að aðrir heyri í okkur, það snýst um að Guð heyri í okkur. Hvert orð sem talað er vitnisburður hverju við trúum og hverjum við þjónum. Við skulum íhuga þetta. Ef orð okkar hafa slíkt vægi, móta þau ekki bara líf þeirra sem heyra í okkur, þau móta okkur sjálf. Ímyndaðu þér að segja við sjálfan þig á hverjum degi: ég er ekki nógu góður, Guð er sama mig. Með tímanum festa þessi orð rætur, endurmóta sjálfsmynd þína og gera fyrirheit Guðs fjarlæg. En ímyndaðu þér nú að vakna hverjum degi og lýsa yfir: ég er undursamlega skapaður. Sálmur 139:14. Þessi orð eru ekki bara til að staðfesta trú þína, þau umbreyta anda þínum og samræma þig við sannleika Guðs. Þessi sannleikur fær aukið vægi í Markús 11:23, þar sem Jesús kennir mátt trúarinnar. Hann sagði: hver sem segir við fjall þetta, lyfti þér upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Þetta er ekki bara myndmál. Jesús sýndi þennan kraft þegar hann formælti fíkjutrénu í Markús 11:12-14. Daginn eftir var tréð visnað frá rótum. Orð hans full af trú leiddu til raunverulegra og sýnilegra afleiðinga. Nú þetta snýst ekki töfrandi hugsun eða að fá allt sem við viljum. Þetta snýst samsetningu trúar og orða okkar. Efi getur virkað eins og hindrun og gert orð okkar að engu. Ímyndaðu þér vog, annars vegar er sett á hana yfirlýsingar fullar af trú, en hins vegar yfirlýsingar efasemda sem gerir þunga trúarinnar að engu. Þetta er ástæðan fyrir því að Jesús leggur áherslu á trú án efa. Trú snýst ekki bara orð, hún snýst samfæringu á bakvið orðin. Sjáðu fyrir þér garðyrkjumann sem sáir fræjum. Hvert orð sem þú talar er eins og að gróðursetja fræ í jarðvegi lífsins. Sum fræ vaksa og verða tré til blessunar
en önnur verða að þyrnum. Hvað ertu að planta? Eru orð þín að draga upp fjöll efasemda eða eru þau að byggja upp brautir trúar? Við skulum afhjúpa hvernig orð færa líf eða eyðileggingu, ekki bara á andlega sviðinu, heldur í þeim áþreifanlega veruleika sem við upplifum á hverjum degi. Orð sem samræmast Guði. Mega tveir menn verða samferða nema þeir mæli sér mót, spyr Amos 3:3 og skorar á okkur að íhuga sambandi milli einingu og tilgangs. Samkomulag við Guð snýst ekki bara að trúa á hann, það snýst að samræma orð okkar, hugsanir og gjörðir við vilja hans. Þegar við tölum þvert á loforð hans, hvort sem það stafar af efasemdum, ótta eða með gjörðum okkar, göngum við úr takti við hann og rjúfum þá einingu sem þarf til að kraftur hans flæði í gegnum líf okkar. Hugsaðu það eins og að ganga með einhverjum á ferðalagi. Ef einn krefst þess að fara aðra leið, þá eru þið ekki lengur samferða. Samkomulag er nauðsynlegt til að eiga samleið. Sama á við andlega göngu okkar. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Salmur 119:105. En ef orð okkar stangast á við loforð hans, förum við af leið. Tökum Abraham sem gott dæmi. Maðurinn sem var faðir margra þjóða hafði allar jarðneskar ástæður til að efast fyrirheit Guðs. Nærri 100 ára gamall var hann ófær að eignast börn og kviður Söru var ófrjór. Samt sem áður segir Biblían okkur að hann hafi ekki brugðist fyrirheiti Guðs vegna vantrúar, heldur var hann sterkur í trúnni og veitti Guði dýrð. Trú Abrahams hvikaði ekki vegna þess að hann var sammála Guði, ekki bara í hjarta sínu, heldur með gjörðu sínum og orðum. Það að Abraham talaði út loforð Guðs skipti máli. Hann var með engar yfirlýsingar að þetta er ómögulegt eða hann væri of gamall. Þessi stað var hann ófeiminn við að nota nafnið sem Guð gaf honum, Abraham, sem þýðir faðir margra þjóða. Jafnvel þegar loforðið virtist óframkvæmanlegt, samræmdi hann orð sín við yfirlýsingu Guðs og það var það raunveruleika. Þessi meginregla á rætur í sjálfu eðli Guðs. Jesaja 55:11 fullvissar okkur: eins er því farið með mitt orð, það er útgengur af mínum munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrr en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Orð Guðs eru markviss og áhrifarík. Þau ná alltaf því sem hann ætlar því. Þegar við tölum orð hans yfir líf okkar bera þau þennan sama guðlega kraft. Ímynduðu þér að gróðursetja fræ í frjósumum jarðvegi. Loforð Guðs eru þannig fræ sem innihalda alla möguleika til lífs og vaxtar. En jarðvegurinn skilir því hjörtu okkar og orða að ræðu því hvort það mun blómstra eða visna. Að tala í samræmi við Guð er eins og að vökva fræið. Hver trúar yfirlýsing styrkir vöxt þess en efinn þurrkar það upp. Íhugaðu þetta í þínu eigin lífi. Hversu oft endurspegla orð þín ótta frekar en trú? Kannski hefurðu sagt að þú getur ekki séð leið fram á við eða að þetta muni aldrei ganga. Þó þessi orð séu óviljandi, setja þau hindranir í andlega göngu þína. Þessi stað býður Guð okkur að lýsa yfir loforðum sínum. Drottinn er minn hjálpari, Hebreabréfið 13:6, eða allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir, Filippíbréfið 4:13. Þetta er ekki bara jákvæð hugsun, það er trú í verki. Að tala í samræmi við orð Guðs leysir úr læðingi kraft hans til að flytja fjöll, rétt eins og Jesús kenndi í Markús 11:23. Þegar við tölum út það sem hann segir, göngum við hönd í hönd með honum og áætlanir hans fyrir okkur þróast. En hvað gerist þegar efinn læðist að? Við skulum kanna hvernig samræmt orð okkar við trú gerir okkur kleift að tala líf í aðstæður sem verðast vonlausar, alveg eins og Abraham gerði. Við munum afhjúpa umbreytandi áhrif orða töluð af trú við að gera fyrirheit Guðs að veruleika. Hættan við neikvæða játningu. Sá sem varveitir munn sinn og tungu, hann varveitir sálu sína frá nauðum. Orðskuðirnir 21:23. Það er mikill einfallleiki í þessum orðum.
Tungan, lítil sem hún hefur kraftin til að vekja upp storma eða koma á friði. Samt hversu oft lendum við í því að segja orð á augnablikum gremju eða örvæntingar sem færa ringulreiðin í líf okkar. Neikvæð orð, jafnvel töluð af léttúð, eru ekki skaðlaus. Þau bera þunga vegna þess að orð okkar eru ekki einangruð. Þau streyma frá gnægð hjarta okkar. Jesús útskýrði þennan sannleika skýrt í Mattheus 15:18 og sagði: En það sem út fer af munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Orð okkar eru eins og speglar sem endurspegla ástandið innra með okkur. Efi, ótti, reiði, allar þessar tilfinningar, ef þær eru óheftar, streyma þær út í tali okkar og afhjúpa hjarta sem ekki í takt við sannleika Guðs. Færum þetta nær okkur með sögu. Ímyndaðu þér konu sem hefur barist við veikindi í mörg ár. Á hverjum degi segir hún við sjálfan sig og aðra: Ég mun ekki læknast. Þessi veikindi munu aldrei yfirgefa mig. Dag eftir dag endurtekur hún þessi orð og í hvert sinn styrkir hún fjötra eymda sinnar. Orð hennar eru ekki bara tjáning gremju, þau eru yfirlýsingar sem styrkja trú hennar á eigin ósigri. Þessar endurteknu játningar virka eins og múrsteinar, byggja múra sem hindra hana í að hljóta blessunina sem Guð fús til að útdella í lífi hennar. Berðu hana nú saman við aðra konu sem stendur frammi fyrir svipaðri áskorun. Í stað þess að gefast upp í örvæntingu lýsir hún yfir: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Filippibréfið 4:13. Jafnvel á dögum þegar sársaukinn viðvarandi, talar hún loforð Guðs upphátt og plantar fræjum trúar í hjarta sitt. Með tímanum samræmast orð hennar hugsunum hennar sem síðan stýra gjörðum hennar. Hún leitar lækninga með von í hjarta, treystir á kraft Guðs og oft sjáum við slíka trúajátningar bera sigur. Ekki alltaf tafarlaus lækning, heldur friður, styrkur og sigla til þolgæðis. Munurinn á þessum tveimur konum stafar ekki af aðstæðum þeirra, heldur af játningu þeirra. Ein talar ósigur og líf hennar fylgdi þeirri braut. Hinn talaði orð lífs og Guð heiðraði trú hennar. Þessi regla á ekki síður við í daglegu lífi okkar. Sjáðu fyrir þér vinnustað þar sem maður lýsir því stöðugt yfir að hann muni aldrei fá stöðuhækkun. Ég ekki nógu góður. Hann mun líklega spilla tækifærin sínum með neikvæðu viðhorfi sínu. Á sama tíma einhver annar sem segir að með Guðs hjálp muni hann vaksa og ná árangri. Það opnar dyr þrautseigju, dugnaðar og að lokum leiðir til árangurs. Þetta snýst ekki óskhyggju, þetta snýst að samræma orð okkar við fyrirheit Guðs sem eiga rætur í orði hans. En við skulum fara dýpra. Hvers vegna tölum við á neikvæðan hátt? Oft það vegna þess að við höfum leyft efa og ótta að fylla hjörtu okkar. Ef hjartað stöðuvatn, þá tungan affallið sem losar allt sem í því Biblían kallar okkur til að gæta hjartna okkar af kostgæfni, vegna þess að allt sem við gerum og segjum kemur frá því. Með því að fylla hjörtu okkar með orði Guðs, tryggjum við að orð okkar endurspegli trú en ekki ótta. Þessi sannleikur krefst þess að hafa annað sjónarhorn. Þegar við uppgötum að orð okkar bera efa eða ósigur, þá það til marks að við þurfum að kanna í hvaða ástandi hjörtu okkar eru. Erum við virkilega að treysta loforðum Guðs eða látum við aðstæður ráða trú okkar? Nú höldum við áfram til að uppgöta hvernig það að tala lífið yfir aðstæður okkar breytir ekki bara hugafari okkar, það býður umbreytandi krafti Guðs inn í veruleika okkar. Við skulum kanna þetta nánar. Talaðu líf yfir aðstæður þínar. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Síðara Korinthubréf 12:10. Við fyrstu sýn gæti þetta virst ósanngjarnt. Af hverju ætti einhver að lýsa yfir styrk þegar hann finnur fyrir veikleika? Vegna þess að trú talar það sem ósýnilegt, ekki það sem við skynjum strax. Það ekki afnautun á raunveruleikanum, heldur staðfesting á æðri sannleika. Þegar þú samræmir orð þín við lofar Guðs, ertu að lýsa yfir styrk hans andspænis þínum eigin veikleika. Hugsaðu þetta í smá stund. Orð ekki aðeins tjáning hugsana, þau
þau eru verkfæri breytinga. Biblían kennir að tal okkar geti virkjað trú okkar. Síðara Korinthubréf 4:13 minnir okkur á: við trúum líka og þess vegna tölum vér. Trúin er ekki þögul, hún er hávær. Að tala lífinu í aðstæðu sínar er ekki óskhyggja, það er virk tjáning, trausts á krafti Guðs. Leyfðu mér að deila með þér sögunni af Jónu. Hún þjáðist af lamandi sjúkdómi í fótum, sársauka sem var svo mikill að næstum ómögulegt var að ganga. Horfur voru slæmar, en Jóna neitaði að láta orð hennar endurspegla örvæntingu. Þessi stað lýsti hún því yfir á hverjum degi: Guð er minn læknir, ég mun ganga í krafti hans. Þetta voru ekki innihaldslausar setningar, þetta átti rætur í fyrirheitum Guðs. Hún hélt fast við vers eins og Jesaja 41:10: óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast, því að ég er þinn Guð, ég styrki þig. Vikur breytust í mánuði og þó ástand hennar hafi ekki batnað í upphafi, hélt Jóna áfram að tala trú. Hægt og rólega fóru fætur hennar að gróa. Læknar voru undrandi, en Jóna var það ekki. Hún vissi að þrotlausar yfirlýsingar hennar í trú höfðu samræmt hana við vilja Guðs og leyft krafti hans að virka í lífi hennar. Í dag gengur hún án sársauka, lifandi vitnisburður sannleikann að það að tala líf inn í aðstæður færir umbreytingu. Þessi meginregla er undirstrikuð í Rómverjabréfinu 10:8 sem segir: nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Taktu eftir tengingunni. Orð Guðs er ekki fjarlægt eða óaðgengilegt. Það er nú þegar nálægt, tilbúið til að tala það út. Þegar við tölum orð hans uppátt, komum við því frá hjörtum okkar inn í raunveruleikann, leifum umbreytandi krafti þess að skjóta rótum. Hugsaðu þér bónda sem gróðursetti fræ. Fræin sjálf innihalda allan vaxtarmöguleika, en ef þau eru ekki gróðursett, vökvuð og ræktuð, þá halda þau áfram í dvala. Í sama hátt eru fyrirheit Guðs fræ. Að tala þau uppátt er eins og að gróðursetja þau í fróan jarðveg trúarinnar, þar sem þau geta vaxið og borið ávöxt. En hér er áskorunin. Hvað segirðu þegar aðstæður þínar virðast vonlausar? Það er auðvelt að tala trú þegar allt gengur vel, en hvað með á baráttutímum? Það er þegar orð þín skipta mestu máli. Að tala lífið snýst ekki að afneita erfiðleikunum. Það snýst að staðfesta sannleika Guðs þrátt fyrir þá. Og þegar þú segist vera sterkur, jafnvel í veikleika, eða að Guð muni vel fyrir sjá þegar þér líður skort, þá lýsir þú yfir trausti á loforð Guðs, alveg eins og Jóna gerði. Trúarfyllt tal breytir ekki bara sjónarhorni okkar, það býður Guði að vinna á þann hátt sem við getum ekki séð fyrir. En hvernig tryggjum við að orð okkar séu í samræmi við loforð hans? Höldum áfram til að kanna þær venjur sem gera okkur rótföst í trúnni og virkja kraft hans í lífi okkar. Orð í andlegum hernaði. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Opinberunarbókin 12:11. Þetta vers er ekki bara ljóðrænt, það er kall til baráttu. Það sýnir tvíþætt vopn til sigurs yfir óvininum, frelsandi kraftur fórna Krists og hinn talandi vitnisburður trú okkar. Djöfullinn óttast ekki innantóm orð, en hann skelfur við yfirlýsingar sem eiga rætur í orði Guðs og sigri krossins. Hvergi er kraftur munnlegra yfirlýsinga augljósari en í lífi Krists sjálfs. Í Mattheus 4:1-11 verðum við vitni að því þegar Jesús er augliti til auglitis við Satan í eyðimörkinni. Freistarinn kom vopnaður lúmskulegum orðum sem miðuðu að því að nýta líkamlegt hungur, stolt og efa. Í hvert sinn barðist Jesú gegn því ekki með þögn, ekki með innri ákvörðun, heldur með því að tala út orð Guðs. Þegar Satan freistaði hans til að breyta steinum í brauð, sagði Jesú: eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Mattheus 4:4. Þegar Satan skoraði á hann að kasta sig fram að musterinu, svaraði Jesú: aftur er ritað, ekki skalt þú freista drottinn Guð þíns. Mattheus 4:7.
Og að lokum, þegar Satan bauð honum ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeiðslu, sagði Jesú: Vík brott Satan, ritað er, Drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Mattheus 4:10. Í öllum tilvikum rökræddi Jesú ekki við óvininn, hann talaði út ritningu. Munnlegar yfirlýsingar hans þögguðu ekki aðeins niður í Satan, heldur ráku hann á flótta. Þetta kennir okkur nokkuð mikilvægt. Orð Guðs eru okkur ekki aðeins til varnar, þau eru vopn. Efesusbréfið kallar það sverð andans, Efesusbréfið 6:17, sem ætlað er að skera í gegnum lygar og rífa niður vígi. En við skulum færa þetta nær okkur. Hversu oft stöndum við frammi fyrir efasemdum, ótta eða freistingum og komum ekki upp orði. Þessar stundir innri baráttu eru andlegar baráttur og þær verða ekki sigraðar með þögn. Þessi stað erum við kölluð til að gera eins og Jesú gerði. Talaðu orð Guðs uppátt. Ímyndaðu þér, þú ert gegntekinn af hugsunum vanhæfi. Óvinurinn hvíslar: þú ert ekki nógu góður, þú munt aldrei ná árangri. Þú getur látið þessar lygar liggja óáreittar eða þú getur svarað með orðinu: allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Filippíbréfið 4:13. Þegar ótti læðist að þér, lýstu yfir: ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks stillingar. 2. Tímóteusarbréf 1:7. Hvert talað vers er árás gegn óvinunum, boðun sannleika sem drekkir lygum. Þetta snýst ekki töfraformúlur, þetta snýst að samræma mál þitt við eilífan sannleika Guðs. Jesús sýndi fram á að jafnvel á augnablikum hungurs og einangrunar nægir orð Guðs. Og ef það nægði honum, hversu miklu frekar ættum við að treysta á það í okkar daglegu baráttu. Hér er hagnýtt skref. Gerðu yfirlýsingar ritningarinnar að hluta að bænalífi þínu. Ekki hugsa bara bænirnar þínar, talaðu þær. Þegar þú finnur fyrir veikleika skaltu lýsa yfir: Drottinn er vígi mitt og skjöldur. Sálmur 28:7. Þegar þú stendur frammi fyrir óvissu, segðu: treystu Drottni af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið hyggjuvit. Orðskviðni 3:5. Að tala þennan sannleika uppátt styrkir ekki aðeins trú þína, heldur sendir skýr skilaboð til óvinarins. Þú stendur á hinu óhagganlegu orði Guðs. En þetta er aðeins byrjunin. Förum lengra til að uppgöta hvernig við getum viðhaldið þessum aga og samræmt dagleg orð okkar við loforðin sem færa líf, sigur og frið. 3 þrepa biblíuaðferð. Trú er ekki óvirk reynsla, hún er virk, staðföst og breytir lífinu. Biblían veitir skýra og hagnýta aðferð til þess hvernig við getum samræmt orð okkar, gjörðir og hugafar að vilja Guðs til að bjóða blessunum hans inn í líf okkar. Það er 3 þrepa biblíuaðferð. Rannsaka orð Guðs, játa orðið og bregðast við í trú. Skref 1. Leitaðu að orði Guðs. Fyrsta skrefið er grundvallaratriði. Að finna loforð Guðs sem tala beint inn í aðstæður þínar. Biblían er ekki bara safn fornra texta. Hún er fjársjóðu guðlegrar visku. Skoðum Jesaja 41:10 þar sem Guð segir: óttast þú eigi því að ég er með þér, lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Ímyndaðu þér einhvern sem glímur við yfirþyrmandi ótta. Þegar hann rannsakar ritningarnar finnur hann þetta vers og áttar sig á því að nærvera Guðs er hans fullvissa. Þetta loforð verður að akkeri hans. Með því að leita upp í orð Guðs vopnum við okkur sannleika hans og skiptum út ótta og efa með óhagganlegri fullvissu hans. En leitin ein er ekki nóg, það er fyrsta skrefið. Skref 2. Játaðu orðið. Þegar þú hefur greint loforð Guðs er næsta skref að tala það uppátt. Játning snýst ekki tóma endurtekningu, það snýst að lýsa sannleika Guðs inn í aðstæður þínar. Rómverjabréfið 10:9 og 10 sýnir þetta vel. Ef þú játar með munni þínum Jesús er Drottinn
og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúað til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Taktu eftir samspili trúar og játningar. Það ekki nóg að trúa þegjandi. Trú verður að vera töluð út. Að tala loforð Guðs upphátt styrkir þau í hjarta þínu og festir þau í sessi í lífi þínu. Það eins og að gróðursetja fræ í jarðvegi trúarinnar, vökva þau með hverju töluðu orði. Sjáðu þetta fyrir þér. Einhver sem berst við fjárhagserfiðleika byrjar að játa Filippibréfið 4:19. En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörfiðar. Dag eftir dag talar hann þetta orð ekki sem óskhyggju, heldur sem yfirlýsingu traust á ráðstöfum Guðs. Þessi játning breytir hugafæri hans og kemur von í stað örvæntingar og traust á trúfesti Guðs. Skref 3. Starfa í trú. Loka skrefið að bregðast við eins og loforðið sé þegar uppfyllt. Þetta það sem trú og játning verður áþreifanleg. Hebreabréfið 11:1 minnir okkur á. Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Trú ekki aðgerðarlaus bið. Hún að lifa eins og loforð Guðs sé þegar veruleiki. Lítum á Abraham sem trúði fyrirheiti Guðs að hann myndi verða faðir margra þjóða þrátt fyrir að allar kringumstæður bentu til annars. Hann starfaði í trú og kallaði sig því nafni sem Guð gaf honum. Abraham merkir faðir fjöldans, löngu áður en fyrirheiti rættist. Orð hans voru í takt við játningu hans og trú og sýndu fullkomið traust á Guði. Í okkar eigin lífi gæti það að hegða sér í trú þýtt að stíga skref sem endurspegla traust á loforð Guðs. Ef þú að treysta Guði fyrir lækningu, hagaðu þér eins og heilsan sé nú þegar þín. Lofaðu Guð fyrir lækninguna jafnvel á meðan þú bíður. Ef þú þarft að treysta honum fyrir framfærslu, gefðu rausnarlega vitandi að úrræði Guðs næg. Þessi 3 þrepa æfing, leit, játning og athöfn, endurspeglir alla veru okkar. Það samræmir orð okkar, gjörðir og hugsanir við vilja Guðs og skapar frjóan jarðveg fyrir blessanir hans. Það umbreytir ótta í trú, efa í sjálfstraust og aðgerðarleysi í aðgerð. Þetta snýst ekki að stjórna Guði, heldur að stíga inn í þau loforð sem hann hefur þegar gefið, lifa í samræmi við sannleika hans. Við skulum halda áfram til að kanna hvernig tengsl okkar við Guð verða dýpri og undirbýr okkur fyrir verk hans. Umbreytandi kraftur þakklætis í orðum. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Fyrra Þessalónikubréf 5:18. Þessi orð hrein og bein, en samt geyma þau dýpt sem ögrar mannlegu hjarta. Hvernig getum við hugsanlega þakkað í öllu? Við finnum eðlilega til þakklætis þegar lífið gengur vel. En hvað með á augnablikum sársauka, vonbrigða eða missi? Biblían bendir ekki á þakklæti sem valfrjálst. Hún setur það fram sem vilja Guðs fyrir líf okkar, guðdómlega tilskipun sem umbreytir því hvernig við upplifum jafnvel erfiðustu aðstæður. Þakklæti ekki afneitun, það viðhorf. Þegar við veljum að þakka Guði í öllu erum við ekki að hunsa raunveruleikann. Þess í stað erum við að viðurkenna að Guð fullvalda og trúr jafnvel þegar við getum ekki séð heildarmyndina. Hugsaðu Jósef sem var seldur í þrældóm af bræðrum sínum, ranglega sakaður og fangilsaður. Þrátt fyrir óréttlætið gerði þakklæti Jósefs og traust á áætlun Guðs honum kleift að komast í leiðtogastöðu þar sem hann gat bjargað ótal mannslífum. Síðar sagði hann við bræður sína: Þér ætluðuð að gjöra mér illt, en Guð sneri því til góðs. 1. Mósebók 50:20. Þakklæti leyfði Jósef að sjá hönd Guðs í því sem aðrir ætluðu honum til skaða. Filippibréfið 4:6 dýpkar þessa hugmynd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Þetta vers tengir þakklæti við frið og fullvissu. Þegar við nálgumst Guð með þakkargjörð í bænum okkar,
færir það áherslur okkar frá því sem okkur skortir til þess sem hann gefur. Þakklæti afneitar ekki raunveruleikanum á því sem okkur þarfnast. Það endurspeglar það í samhengi við gnægð Guðs. Við skulum setja þetta í samhengi með viðeigandi dæmi. Ímyndaðu þér fjölskyldu sem stendur frammi fyrir fjárhagsörðugleikum. Reikningarnir hrannast upp og framtíðin lítur út fyrir að vera óviss og í gremju gætu þau einbeitt sér af skortinum og kvartað í örvæntingu. En hvað ef þau myndu þess í stað þakka Guði fyrir það sem þau áttu enn, þak yfir höfuðið, daglegt brauð og fyrirheitið umhyggju hans. Þegar þau biðja gætu þau sagt: Drottinn, við þökkum þér fyrir trúfesti þína og fyrir það hvernig þú hefur mætt þörfum okkar í fortíðinni. Við treystum því að þú haldir áfram að veita okkur af ríkidæmi þínu. Þessi afstaða þakklætis breytir ekki aðeins viðhorfum þeirra, heldur býður friði Guðs inn í aðstæðu þeirra. Þakklæti er kröftugt vegna þess að það samræmir orð okkar við sjónarhald Guðs. Það er trausts yfirlýsing, jafnvel þegar aðstæður virðast óvissar. Þegar við þökkum Guði viðurkennum við að hann er að samverka allt til góðs. Rómverjabréfið 8:28. Þessi trúarafstaða umbreytir hjörtum okkar og kemur inn friði fyrir kvíða og von fyrir vonleysi. Íhugaðu hagnýtt skref. Á hverjum degi skaltu gera það að venju að segja frá 3 hlutum sem þú ert þakklátur fyrir. Þeir þurfa ekki að vera stórkostlegir. Þakklæti fyrir að vakna, fyrir hlýju sólarljósins eða fyrir góð orð er nóg til að byrja að breyta fókusnum. Þegar þú gerir þetta myndu komast að því að þakklæti verður sjálfgefin viðbrögð þín, jafnvel í miðjum áskorunum. Þessi venja breytir ekki bara orðum þínum, hún breytir hjarta þínu og samræmir þig við vilja Guðs. Hefur þú einhvern tíma staldrað við til að íhuga kraftin í daglegu tali þínu? Hvert orð sem þú talar er eins og fræ, gróðursett í jarðvegi lífsþíns og þeirra sem er í kringum þig. Sum fræ bera ávöxt sem byggir upp trú og vekur von, á meðan önnur efasemdir og örvæntingu. Svo hér er spurningin: hvað viltu sjá að verði úr orðum þínum? Ef þú hefur náð svona langt vil ég bjóða þér að grípa til aðgerða. Sláðu inn athugasemd: orð mín munu vex sama Guð. Við skulum gera þetta að sameiginlegri skuldbindingu að tala út líf. Orð þín hafa kraft til að vex sama Guð, upphefja aðra og móta framtíð þína. Það er komin tími til að nota þau með markvissum hætti. Hver ný innsýn getur orðið skref í átt að nánara sambandi við þann sem talar líf inn í tilveruna. En staldraðu við til umhugsunar. Hugsaðu orðin sem þú hefur talað í dag. Hafa þau byggt upp trú eða hafa þau sáð fræjum efasemda? Hafa þau veitt hvatningu eða hafa þau endurspeglað ótta? Ef þú finnur sjálfan þig röngu megin, hafðu þessa fullvissu: okkur stendur til boða náð Guðs. Miskunn Guðs er mikil og loforð hans eru alltaf tiltæk og bíða eftir því að þú lýsir þeim djarflega inn í líf þitt. Sama hversu kærulaus orð þín hafa verið, það er aldrei of seint að samræma þau aftur við sannleika hans. Mundu að orð hans munu aldrei hverfa aftur við svo búið, fyrir þau hafa komið því til vegar sem hann fór því að framkvæma. Að lokum skulum við biðja saman. Himneski Faðir, þakka þig fyrir kraftin í orði þínu til að veita líf. Hjálpaðu okkur að tala orð sem heiðra þig, byggja upp trú og veita öðrum innblástur. Kenndu okkur að samræma orð okkar við loforð þín, umbreyta hjörtum okkar á huga til að endurspegla sannleika þinn. Megi orð okkar vegsama þig á hverri stundu og færa okkur nær vilja þínum og vegum þínum. Í Jesú nafni, amen. Nú skulum við stíga fram, staðráðin í að nota orð okkar til að vegsama Guð og bjóða blessunum hans inn í alla þætti lífs okkar. Tölum lífið, því ferðin er rétt að hefjast.